klukkan orðin 4 þennan mánudaginn. Við erum að hlusta hér á David Guetta með lagið Just One Last Time. Ágætislag þarna á ferð. En eins og alla mánudag, þá er hann komin til mín, hann Björn Bragi, vertu velkominn. Takk. Hvað segirðu þennan mánudaginn? Ertu ferskur? Ég svo góður. Já, það er eiginlega engin mánudagur í mér heldur í dag. Nei, það góður dagur í dag. Það líka gott veður. Já, ég ætlaði einmitt að fara að segja, það munar svo miklu þegar maður vaknar á mótana á mánudegi og það sko birta og ég er ekkert að segja þessi blíða, fólk ekkert að tana sig. Nei, en það samt svona, það svona snefill af sumri. Já, og svona vottur af vori. Snefill af sumri og vottur af vori. Já, en þannig að það svona, þetta byrja að gefa manni von. Já. Þannig ég er í fínum feeling þennan mánudaginn, allavega oft átt verri mánudag, orðuðan þannig. Þú átt marga vondar endar. Já, ekkert marga vondar. Já, ég endar viðurkenna alveg, ég er ekkert mikill mánudagsmaður, sko. Nei. En ferskur í dag. Já. En bara þannig, við erum með fínan þáttandegur í dag, kæru hlustendur, við ætlum að gefa bíó með það. Sko, netmisnotkunnin í dag, hún er rosaleg. Já. Við erum að fara yfir svaðalega hluti í netmisnotkunni í dag. Það er góðu vinur okkar sem hefur nú lent oftar en einu sinni og oftar en tvisar í netmisnotkunni. Þá er ég ekki að tala mála að gera núna. Nei. Þið er búin að breyta nafn. Já, Ha? ég veit það. Hann heitir ekki lengur það sem að við þekkjum hann undir. Já. Og það er rosalegt. En ætlaðu að spila talhólfið hans líka? Sko, eina sem ég ræddur að ef hann svarar. Já, ok. Þannig ef hann svarar þá segir bara hvernig hefur það, þá getur við spurt hann bara út í nýja nafni. Já, byrjum hann bara með skella á svo við getum heyrt talhólfið. Já, þegar talhólfið er stórkostnill og ég kem betur inn á þetta allt saman á eftir. Við erum með sturlaða staðreyndir á sínum stað á samt bara föstum mánudagsliðum. Þínir menn töpuðu í gær. Já, herri, fyrsti deildarleikurinn í 12 eða 13 leiki. Já, Gylfi Óðinn skor ekki, hann er búinn að vera á rönni. Já. Það var svekkjandi maður. Já. Það var svekkja á tyggjó sem að kalla, en púlar ánæður. Já, hann er með confidence problem. Já, eins og þú. Eins og ég. Ég endar sko, við erum báðir að koma til. Og þetta er svona helst í hendur, sko. Gylfi skoraði þarna móti West Ham og lagði upp móti Arsenal og skoraði svo aftur móti Inter. Já. Ég skoraði 3 í síðasta bumbolta. Já, í hvað fór 9 eitthvað eða ekki? Það fór 7-6 held ég. Nó, 3 af 7, já, ok. Já. Þannig að þú veist Þannig að þú ert að fá smá sjálfsverðið aftur? Já, ég sjálfstyrst þér að koma aftur hjá mér í bumboltanum. Finnst þér að það er rosalega mikilvægt fyrir þig að vera með sjálfsverðið? Já, ég finn líka að þetta helst alveg í hendur við gengi Gylfa, sko. Ok. Og ég held þetta sé, sko, nefnilega, þegar hann finnur að mér er að ganga vel í bumbuboltanum, þá gengur honum vel á móti stóru liðunum. Þannig að, við þurfum eiginlega að vona þá að því að gangi vel í bumbuboltanum í kvöld. Já, svo Gylfi skori á móti Fulham næstu helgi. Já, svo er það mínu menn, þeir skýtaði sig, það voru bara hefnar að detta ekki úr bikarnum í gær. Voru miklu betri í fyrri hálfleik en skelfilegir í seinni hálfleik. Og ég var að vera geðbilar að horfa á seinni hálfleik. Já. Þú ert sko, menn er að tala um það að þú sért ólukku kráka fyrir United. Nei, ég var ekkert á vellin mikið, sko. Nei, en þú varst að horfa á leikinn. Já, ég bara hætti að horfa á United það. Já. Ég er ekkert óappa, ég er múin að komast að það er hugi. Jolly good feeling, reyndar finnst mér flest löginast Pitbull mjög lík. Þú veist, það er náttúrulega verið að gjörsamlega nauðga gömlu góðu lagi í þessu lagi. Já, það er gott lagað undir, gamla. En þú ert ekki að Pitbull fan eða? Nei, þú ert eins og Pitbull fan. Nei, það er Hjöppi og Egill. Marka má klæðina þín á árshátíð 365. Nei. Fyrir þá sem að voru ekki þar eða sá myndir af því að þá skartaði Auðun Blöndal forláta Pitbull jakka sem að Pitbull hendi árið 2005. Heiðu, þetta var ekki, ég viðurkenna samt sko. Ég keypti hennar jakka, það var svolítið síðan. Þú keyptir hann úr einhverju svona minjagripa, þú veist. Og var aldrei búinn að nota hann, af því að hann er svona flashy. Já. Og svo hugsaði með mér, ég var að kaupa því, ef það er einhver tíman eigi að fara í hennan jakka, þá var það ásatíð. Þannig ég skellti mig í hann. Þetta er fyrsta sinn sem ég er svo stelpa áður fyrir ásatíð. Ég fór í jakkan, hætti við og fór í hann og endaði að fara í honum. En hugsaði bara best að vera flashy í kvöld. Já, ákvaði að vera flashy. Fór í hvítajakkanum, en svo var ég mættur hann í forðdrykk og sá mig í speglunum og þá fattaði ég, shit, ég er eins og Pitbull hérna, sköllóttir í ykkur hvítum jakka. Fyrsta sem að þú sagði þegar þú hittir mig. Nei, Pitbull bara mættur, ég bara, það er ekki bara ég sem er að hugsa þetta. Það var ekki gott. En ég var reyndar ekki með sólgler eins og hann alltaf með eitthvað sólgler. Þú varst það með sólgler á þannig inni? Já, reyndar. Hvað er að verða um þig? Ég var að koma úr sól. Ég tók að mig, ég var ekkert með þetta inni. Jú. Nei, ekki vera að ljúga upp á mig. Veist þú hver ég er, sagður? Ekki ljúga upp á mig. Það er bannað. Það er komið að slúðri og ég ætla að byrja að segja, þetta er ekkert beint slúður, mér finnst þetta áhugavert. Svona lengstu samböndin í
Hollywood sem að fólk, hver búin að vera svona gift lengst og það eins og Samuel Jackson, hann búin að vera giftur í 32 ár en LaTanya Richardson og Tom Hanks og Rita Wilson þau eru með 24 ár David Bowie og Iman eru með 20 ár Billy Crystal, hann búin að vera giftur Janice Crystal í 42 ár svona sambundin sem að endast og svo eru hérna Sarah Jessica Parker og Matthew Broderick, þau eru með 15 ár og svo náttúrulega snillingurinn og að mínum að þetta er besti leikari heims Denzel Washington, hann búin að vera giftur Paulette Washington í 29 ár þau kynntust við fyrstu bíómynd Denzel, spáði því einhver sjónvarpsmynd, þannig að þetta er svona samböndin sem eru endast ekki beint slúður en ég veit ekki, mér fannst þetta eitthvað pínu áhugavert. Gaman að vita að þetta er ekki allt saman bara inn í næsta manni allan daginn. Nei, nákvæmlega, og svo er eiginlega allt slúðrið fjallar Justin Bieber. Það er mjög erfitt að finna eitthvað gott slúður í dag og hann, reyndar Rihanna cancelaði tónleikum. Já. Það er ekkert skemmtilegt. Nei, það er umlega slúður. En ég þorið ekkert að fjalla Justin Bieber eftir eitt post sem ég fekk. Já, ef ekki taka hann fyrir og eftir. Já, ég ætla að lesa posturinn eftir. En ert þú ekki believer? Nei, ég er ekki believer. I'm a believer. Já, en ég fekk eins og post frá einni stúlku sem er að believer. Hvað var hún búin að vera believer lengi? Hún búin að vera, þetta kemur alltaf þetta fram á eftir, en hún er búin að vera believer síðan 2009. Já. Ég hef aldrei séð jafnmörg upprópunarmerki í einum post. Já. Hún var að láta mig heyra og ég ætla að lesa það fyrir ykkur hér á eftir, kæru hlustendur. En svona í slúðurinu, það er bara, við hefur alveg hreinskilin, það er ekkert að frétta. Kim Kardashian, hún var í einhverju andlitsaðgerð, öllum drullu sama. Jennifer Love Hewitt var reyndar að tryggja brjóstin á sér. Já. Fyrir 3,5 milljón punda. Hvað er það? Ég hef aldrei náð því. Jennifer Love Hewitt? Hvernig verður ekki saman brjóstin á henni? Já, hún er bara mikil og náttúrulega huggulega leikuna. En ég hef aldrei náð þessu samt, eins og þegar fólk ég held að Rihanna sé búin að tryggja á sér lappirna fyrir $2 milljónir. Já. Hvað þýðir þetta? Árið 1997 var að hringja, vildi fá Jennifer Love Hewitt eftir. Vákátt svalur. Og eina hérna með Kim Kardashian og þessu aðgerðinar, það er myndir hérna af þessu. Hún er öll út í blóðu eitthvað, það sem hún leggur á sig þessi manneski. Kardashian? Já, en svo er þetta bara ekkert, ég verð bara að biðast afsökunar kæru hlustundur, ég er bara með ömulegan slúðupakk í dag. Hérna, eitt í þessu, hún er náttúrulega með hérna honum Kanye West frænda. Já, minn okkar. Dó ekki mamma hans eftir einhverja lítækjast? Jú, það var akkurat máli. Og er hann segjan bara núna bara, herri, Kim? Já, nákvæmlega, myndum við ekki svona biðja að sleppa þessu. Nákvæmlega. Og, One Direction er einhverju smá vesina því að þeir voru að biðja alla aðdáendur sínar að setja myndir af tattúunum sínum inn á Twitter. Já, ég sá það. Hann svo að hvetja börn og úlinga til þess að fá sér tattú. En hversu mikið myndur þú sjá eftir því eftir nokkur ár að það fengið bara eitthvað One Direction tattú? Hversu mikið? Það er bara... Þú myndir bara þurfa að taka handlegginn af. Já, ég myndi aldrei fá mig One Direction tattú, ég þyrfti rosalega pening. En það er svo að ég fengið með Michael Jackson tattú á sínum tíma, ég myndi sjá þetta í það. Það reyndar gæti orðið svona retro töff. Reyndar þegar þú segir það. Ég er kannski að fara að skoða það. FM 957 kynnir Dead Man Down. Sérstök forsýning á einni rosalegustu spennumynd ársins. 50daginn 14. mars klukkan 8 í Sambíónum Egilshöll. Ung kona verður vitni að hrottalegu morði en í stað þess að láta yfirvöld vita ákveður hún að biðja leigumorðingjan aðstoð við blóðuga hefnd. The man who did this to me. I want you to kill him. En þegar rángur maður er drepinn, stendur mafíunni ekki á sama. Hörkuspennandi hasarmynd þar sem Colin Farrell, Noomi Rapace og Terrence Howard sína snilli sína. Fylgstu með og þú getur náðir í miða. Sambíóin og FM 957. You know what it is to kill a man? Spennur hlaðin skemmtur. Arion appið er nýjung í bankaviðskiptum. Með einum smelli tekur þú stöðuna á reikningum og kortum. Kynntuðu málið á arionbanki.is. Þessi ánægja var í boði blöss.is. Hann lendir á fabrikunni eftir 2 daga. Páskalamborgarinn sá útvaldi. Lambasteikarborgarinn með benna og hvítlauksveppum. Maginn á þér mun orga af gleði. Hamborgarafabrikan, sími 5757575. Í dag er venjulegur dagur. Og það þýðir að einhver staðar, uppgötvaði sitt fyrsta gráa hár í morgun. Hugsa nú fallega til hans. Það gerast hlutir á hverjum degi, góðir og slæmir. Og þegar eitthvað kemur fyrir,
þá viltu vera hjá TM. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Topp tónlistastöðin, FM 957. Grenjuskjóðan Bruno Mars, mælandi hérna yfir hvað hann átt að gera áður hann hætti með kærastunni sinni fyrrandi. Heldur að sé einhver hérna frammi sem getur þrifið upp æluna hérna á lyklaborunni hjá mér? Nei, ég minnst þetta samt ágætislag hjá hann. Það ekki? Þetta ekki alltaf leið? Jó, já, þetta fínt hjá hann. En það komið að því að lesa hér smá post sem ég fekk. Og sem að bara sýnir maður þarf að fara að valda í kringum aðdáendur Justin Biebers og One Direction. Já, þetta liður ekkert að fíblast. Nei. Það bara þannig. They ain't joking around. Nei, ég fekk þetta post sem ég ætla að lesa. Það var ung stúlka sem að senda mér þetta. Hún heitir Kristrús. Og það byrjar þannig að stendur OK Dude með caps lock, 4 upprópunarmerki. Og eitt hérna, þurfum við eitthvað að segja frá umræðinu sem var í gangi okkur síðustu ykkur? Þetta er semst framhald að við vorum að tala um Bieber í slúðrinu. Já, þetta var bara í slúðri. Já, við vorum að tala um eitthvað slúður á Bieber. Já. OK Dude, 4 upprópunarmerki, allt stóri stafir. What the fuck? Allt með stórum stöðum, 5 upprópunarmerki og 6 spurningamerki. Svo byrjar þetta. Á mánudaginn voru það að tala um Justin Bieber og afmælið hans og núna er það að tala um þegar hann fór á spítalan. 5 upprópunarmerki. Þið segir báða sögurnar rangar. 4 upprópunarmerki. Ég fullviss á því að ég viti meira um þetta heldur en þið eða netið. Hvaðan sem þið fréttu þetta? Því ég er búin að vera belieber síðan árið 2009 og veit meira um hann heldur en sjálfa mig. 5 upprópunarmerki. 1. mars þetta ár var eins og þið sögðu versti afmælisdagur Justins en þið sögðu ekki frá því rétt. 5 upprópunarmerki. Það sem í rauninni gerðist var að það var paparazzi sem elti hann allt kvöldið og sá maður meiddi nokkra aðdáendur Justins, barði Justin sjálfan, hótaði hann að myndi taka litlu systkina hans og kallaði þau ljótum nöfnum. Svo reyndi hann líka að keyra á Justin en rétt svo misti með þessu höggi hefðu margir slasast illa. Hann keyrði það hratt. 5 upprópunarmerki. Hann hótaði fleiri óhugsanlegra hluta sem ég get ekki eins og nefnt. 5 upprópunarmerki. Svo ef þið hafið verið að pæla þá, svo ef þið hafið verið að pæla, þá verið að tala um hann Justin mætti 2 klukkustundum á seint á tónleika. Ég ætla bara að benda á það, að hann mætti aðeins 40 mínútum á seint og það var ekki honum að kenna. Tæknin var eitthvað að leika á hann, svo hann þurfti að bíða þar til allt væri komið í lag. 5 upprópunarmerki. Þegar Justin fór á spítala var það vegna þess að það leið yfir hann á sviði en hann stóð upp nána strax aftur, fekk sér að drekka og hélt áfram. Læknirinn sá honum að þetta væri undir honum komið og þetta væri út af stressi. Þegar ég las þetta yfir fannst mér hann mjög saklaus en einhvern veginn náði þið að láta þetta hljóma illa. Ég myndi meta þess mikil sem myndi leiðrétta þetta sem þið sögðu. 5 upprópunarmerki. Og þá var þetta búið. Hún er í beinu sambandi við Bieber. Já, bara eitthvað heitt í hamsi. Þetta er bara, við skulum bara slaka á, Kristóri. Ég byrst afsökun á því ef við vorum að tala eitthvað illa um Justin Bieber. Já, við hefum nú aldrei talað illa um hann. Nei, aldrei, en hún er búin að vera belieber síðan 2009. Já, það er 4 ár. Hún fær allar frétt þetta beint í æð. Já. Leiður gerast frá Bieber. Og ég hef líka lent í þessu með One Direction. Já. Þá lendi ég í því að ég var að kaupa ís hérna og þá kom einhver það stelpa og voru brjálar yfir ég bara að spila One Direction einu sinni í þættin. Nei, 2. Já. Þannig að þær voru búin að vera að telja. Þessi er ennþá brjálari, sko. Já, þessi var bara, hún var brjálu og ég eins og ég segi, við bara afsökun þessu. En þetta er leiðrétt hér með. Já, nú er búin að leiðrétt þetta. Þetta var ekki Bieber að kenna. Nei. Það var saklaus í þessu öllu. Já, topp drengur. Tæknin var að stríða honum. Bara ég alltaf að setja, Justin Bieber, frábær. Sorry með þetta. JB. Hér er annar sem er frábær og þetta er ok, sorry, Beliebers hann úti. En þetta er the Justin og ekkert kjartaði. Takk hérna krakka skratta á tróðunum. Ég fíla þetta lag. Þú vilt meina þetta sé the real Justin? Nei, ég ætla ekki að fara að gera eitthvað Beliebers hann úti, klikka. Það kemur út og það er bara búið að rispa bílinu og eitthvað. Já, ég ætla líka að standa í því. Rispa JB í bílinu. Báðir frábærir.
En, já, minnst það gott lag hjá Justin. Couple of great Justins. Yes, það styttist í netmisnotkunna sem er rosalega þessu sinni. Því að, já, einn af okkar svona uppáhalds búinn að breyta nafn, hvorki meira en að minna, þannig ekki voru ykkur að missa af því. Og svo erum við líka hér með sturlaða staðreyndir eftir smástund og fleiri fasta liði. Já. En við vorum að taka eftir því hér á netsíðu sem að heitir hún.is að vinkun okkur Vala Grand, hún hefur slitið trúlóðinni. Já. Og já, þetta eru sláandi fréttir. Fyrir aðdæmandur hennar. Já, hún var hérna svo ástfangin af honum. Já, ég hef bara aldrei vitað ástfangnar mannesku. Hún var líka bara orðin stjúpmamma og einhvern veginn alltaf gerast. Nákvæmlega. En talandi Völu Grand, það er nú langt síðan maður heyrti eitthvað í henni. Já, hún hefur látið lítið fara fyrir sér upp að síkast. Hún hvarf á sjónasviðinu. Já, en er ekki líka alltaf hættulegt þegar að þú ert búin að tjá ástina svona rosalega út allt. Já. Þegar einmitt svona gerist. Þá þetta verður svona hálf, ég er ekki að segja bara vonandi náðu aftur saman eða ég ætla ekki að fara að skipta mér meira af því. En það er einhvern veginn þegar þú lest þetta, þá verður alltaf svona þau voru svo rosalega ástfangin. Sko hérna bara 3 hours ago á Facebook. Já. Þá segir hún, ok, busy vika, útvarpsstöðin þruman að fara í loftið. Ok, við erum að fara að byrja með útvarpsstöð. Í dag, og svo mótilast á morgun fyrir mótus og 5. daginn og svo á morgun, kvöld og miðvikudagskvöld, vera með grandstuð klukkan 8 og á föstudaginn stjúpdóttir mín 10 ára með risaamæli. Hvernig fjandanum er ég ekki komið grátt hár? Það er nóg að gera hjá henni. En byrju, hún er samt að fara ammæli á stjúpdóttirinni, þannig að hvað því að þau eru bara vinnir örugglega ennþá. Sko, herri, hérna er allt í góðu hjá Völu. Ég ætlaði nú ekki að breyta sér í einhverja netæventýri, en sko, hérna er allir að segja til hamingju á laugardaginn. Já. En það er ekki, ég held að sé ekki með afmæli, það er ekki með brjóstin á henni. Hún segir sko... Hvernig og ég veit það? Nei, byrju, hvað, hún var í einhver aðgerð, eða ekki? Nú er það málið. Já, hérna allavega... Þetta er eins og segið, það farið svo lítið fyrir henni. Á laugardaginn, búin að vera í fataherbyggja að taka til og máta og ég kom með 6 dútfullan ruslapoka af fötum sem passa ekki á mig fuckings brjóst, maður. Ok, já, hún hefur verið að fara í eitthvað svo leiðis. Nei, byrju, heyrðu, til hamingju sko með trúlofunina. Já, en svo stendur hér að hún sé búin að slíta trúlofunni. Já. Ég veit ekki alveg hvað er að gerast. Nei, og kannski kemur okkur það bara ekkert við. Ég held að koma okkur smá við. Já, eða ekki, við erum fjölmiðl, við erum að passa upp á svona. En við óskoðum bara aðeins besta, vonandi vinnaði það úr þessu ef að það er búið að slíta þessu. En þetta, þú varst nánast komin í netmisnotkun maður. Já, en sko það er svolítið athyglisvert. Það er, býtu, hvenær áttu þið að hafa hægt saman? Af því að allir á laugardaginn eru allir að segja til hamingju og... með trúlofunina. Já, ég veit ekki. Hvað gerist þetta bara með helgina? 8. mars 2013, got engaged. Já, þetta hefur verið eitthvað stutt. En við skulum fara hér í örstuð kilabót, svo er það sturla staðreyndir. Hver vill ekki kveðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki sveikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Þú ert að hlusta á FM95 Blö. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Auði Blö og Björn Bragi í FM95 Blö. Það er góða tónlistamanni. En það er komið að sturlum staðreyndum. Já. Og það verður allt vittlust í stúdíónu. Já. Og... Þurfu ekki að hafa eitthvað svona takkabor, svona... Jú, það var alltaf til henni. Ég einhvern veginn að þurft að... Það er ekki eitthvað svona magasíntótt. Jú, ég þurft að fá bara magasíntakkana. Já, ég geta til dæmis sagt núna, það er komið að sturlu staðreyndum og það myndi bara koma einhverju önd. Kvak, kvak, kvak. Já. Það er viðbjöðslega fyndið til dæmis. Já, og svona sturtanir klósett og eitthvað. Já, það vantar aðeins, en ekki það, við getum alveg fengið eitthvað svona klappinn, á ekki að græja það fyrir næst. Þannig að þegar ég segi það er komið að sturlum staðreyndum og þá kemur svona rosa klapp. Jú, það verður gott. En ertu klár í þetta, Bjössi? Já, komið þið fyrir, það var kósi. Eru þið tilbúin, kæru hlustendur? Já, ok, þá byrjum við. 2 hlustendur. Hvað segir þið? Það voru 2 bara hlustendur. Nei, bara, heyrðist bara í 2. Ok, hérna var allir til líka. Já, byrjum þessi, þetta fannst mér skemmtileg. Gekkoeðlur drekka vatni úr augunum á sér þegar það eru þyrstar. Já. Bara með tunguna upp í augu, ég sá mynda þess að það var ógeðslegt.
Skrítið. Já, þetta sturlað. Heiti ekki Gekko-eðlurnar í höfuð á Gordon Gekko úr Wall Street? Já, akkurat. Sem leikinn af Michael Douglas. Og það eru náttúrulega ekki svo ólíkar Michael Douglas sem gerir þetta ennþá 5 ára. Já. Og svo það hér næsta, þú getur ekki hummað ef þú heldur fyrir nefið þér. Prófa þetta. Nei, það ekki hægt. Þeir sem í bílnum eða heima í okkur, prófið þetta, takið fyrir nefið og hummið. Nei, það ekki hægt. Þetta útvarpsþátturinn 2 menn að kafna. Já, þetta önnur stjórnlu starrend. Nærðu þessu það? Ég get gett sko. Þetta var gott. Það ekki alltaf ræði? Jú. Það svo þriðja, Ernest Hemingway, pabbi hans, bróður hans, systir hans og barnabandið hans. Voru öll sami maðurinn. Frömdu öll sjálfsmorð. Vá. Og hann líka ekki? Jú, ég veit ekki okkur ég að taka þetta með. Ég meina hvað ég var að ræða þetta. Bara viðbjörn. Förum beint í næsta. Nei, tölum við þetta. Já. Það var bara hrjá Hemingway fyrst. Hressandi. Já, ég veit það ekki. Hann fekk svona Nobelsverðinu. Já. Bókmenntum. En ég veit það er ekki að ræða þetta neitt meira. Hann gæti ekki tökka sér það. Nei, höfrungar fara í drápsferðir ef þeir eru svektir kynferðislega. Nei, sveltir. Áttu það að vera. Ekki svektir. Þess vegna varst þú í drápsferð í bænum á Laugardalsgötu. Já, þeir voru sveltir kynferðislega og það sko, ég þarf eiginlega að lesa þetta fyrir það ensku. Mástu, ég var að spyrja þig, af hverju þetta var í drápsferð í bæinn? Já, það búið að svelta mig. Það stendur hérna ensku. Dolphins have been known to go on killing sprees when sexually frustrated. Já. Þetta bara, sko, höfrungur alltaf að lækka meira og meira í álitið hjá mér. Já. Við erum alltaf að læra eitthvað meira höfrungin. Já, við erum alltaf að komast meira og meira að því hvað höfrungun mikill astni bara. Já. Svo næsta, James Bond búinn að drepa 150 menn og sofa hjá 44 konum síðan að fyrsta James Bond myndin kom út. Ég var vissum að þú myndir að hafa gaman svona staðarind, því að þetta pottet. Þetta mjög skemmtileg staðarind. Já. Mjög góð. Var hefðilega haldið að þetta væri fleiri? Já. Allavega fleiri. Það er búinn að drepa fleiri, já, 150. En reyndar ef maður pælir í, sko, þá kannski hann er ekkert að, þú veist, alveg bara plaffa menn niður í hrönnum, sko. Nei, þetta er alltaf nokkri bara Rambo. Hann er ekki Steven Seagal, sko. Nei. Ertu James Bond aðdáandi? Bara svona semi, sko. Þú veist, ég horf alveg á þessar myndir, sko, ég hef alveg gaman af, en... Já, þú átti ekkert eitthvað svona uppáld Bond og eitthvað svona. Nei, en þú? Er það ekki bara Daniel Craig? Grjótæður, já, ég fíla hann í tællur. Svo náttúrulega var Sean Connery líka geikjaður. Já, ég samt bara, ég hef ekkert séð alltaf James Bond, ég er ekki þannig svona, þú veist. Þú ert harður George Lazenby maður, eða ekki? Já, hann var ræðislegur. Svo kemur hér næsta. Ástarfíkn hefur sömu áhrif á heilan og kókainfíkn. Þetta er alltaf á sama stað í heilan. Sturlu staðarind. Sturlað. Já, hann Sverrir Bergman, það hvort hann haldi sig frá hvíta efninu. Þeir er löfsík. Já, því annars getur hann ekki hætt. Já. Svo það, ekki bara Sverrir, það vonandi allir haldið sig frá þeir ógeði. Hér kemur næsta. Þú brennir 200 kaloríum í 30 mínútna kynlífi. Eina sem ástæðan, þarna verði að vera pínu ósamla stjórnlegum staðrindum sem ég eiginlega aldrei. Já. Ferðu ekki eftir hvernig kynlífið er? Jú, ég myndi halda það, sko. Það er ekkert að segja bara í kynlífi. Nei, ég menn alveg svo að þú myndi segja í hlaupi, skilur þú veist, ef þú hlaupa hægt eða hratt, skilur þú svo framvegis. Hálftími líka, þú veist, ég er ekkert að fara að opna með mitt kynlíf, en nei, þú ert ekkert að hossast í 30 mínútur, sko. Nú ert þú kynferðislega svelt, en þegar það var eitthvað í gangi, þú veist, hvað er hérna... Nei, þú veist... Hvað voru að tala um marga kalorir? Ég veit það ekki hvað ok, næsta, þetta er svo jöfnir segir, það er ekki verið hérna, segir 30 kallmennar aða kynlíf. Það er bara, hérna, pottið í, niður þáttur. Hér kemur önnur sem ég hefði mjög gaman að, og ég held að þú komið til með að fíla líka. Medium skyrta í Bandaríkjónum er stærri en extra large skyrta í Kína. Sturlu staðurinn. Já, þessi er mjög góð. Þetta er mjög gott. Það sem sýnir hvað kaninn er orðin, já, mikill, stór. Feitur. Já, líka, þú veist, nú er ekki með neina fordóma, en er ekki svona asjubor frekar fíngerðir, svona nefni. Jú, akkur verður það fordómar, er ekki jákvæmt að vera fíngerðir? Jú, maður bara þarf að passa sig. Asjubúin er mjög glæsilegur, svona almennt. Já, fluggáaður. Og nettur. Já, og gerir góða mat, eins og snillingarnir á Krúa Tæ. Það eru frábærir. Asjubúin er bæði andlega og líkamlega nettur. Já, bara frábær. Ég hef ekkert um að Asju. Og hann er snöggur líka. Já, toppmaður og konur. Síðasta sturlastaðari dagsins er æðislega líka. Og ég hafði mjög gaman að hann. Plöntur fá hita eins og við fólkið. Vá. Já, ég var bara svona veik, eða svona lasin. Já, fá hita. En hvað, veist,
það kemur enginn svona mömmuplanta að plöntunni og er að mæla það. Það er svolítið grútlegt. Það er æðislegt. Já. Ertu með plöntur heima á þér? Já. Ég hugsaði það. Ég er með eina plöntu. Ég er ekki með neitt svona, ég er sem ekki haugur, það fyrir bara í töðunum mér. Ég er með sko rosa mikið að kertum. Ertu með? Já. Já, það er ekki eitthvað sem þú kaupir það, það er ekki kærastan. Nei, það er eitthvað sem ég kaupi. Ferð þú í IKEA og kaupið kerti? Ég er nefnilega, þetta er my sensitive side. Ég elska að vera með góð ilmkerti. Er það með vanilega? Ég var að vinna mikið með svona brún kerti sem voru eitthvað svona, þú veist, það var svona jólalykt af þeim, svona eitthvað kanil eða eitthvað tótt, sko. Mjög góð, sko. Já. Og svo er ég líka fyrir eitthvað svona eplakerti og eitthvað svona. Ég þarf að fara að kaupa bæði plöntur og kerti. Þetta voru sturlaða staðreyndir dagsins. Ég rétt handað á hotnið alvöru netmisnotkun, ekki mista því. Fáum fyrst Calvin Harris og Florence Welch og Calvin Harris með Sweet Nothing. Rétt handað á hotnið netmisnotkun hjá okkur Bjössa. Ég þarf hæst að það er ungur maður sem hefur verið nokkur sinnum hjá okkur í þessari netmisnotkun sem er búin að breyta nafninu sínu og það er mjög áhugavert allt saman. Ertu byrjaður að geta sagt netmisnotkun? Netmisnotkun, já. Það er alltaf að koma. Þetta er að koma? Ég er alveg sammála því. Þetta er búið að vera erfitt fyrir mig stundum. Já. Þetta. En heyrðu, ég var að sjá frétt sem að vakti athygli mína. Já. Hér á Íslandi, samkvæmt fréttatímanum, er hópur fólks sem að borðar úr ruslagámum. Og það er ekki eitthvað af því að ekki fátækt eða ekki fyrir mat, sko. Nei. Skal lesa þetta fyrir þetta. Hópur fólks hér á Íslandi stundar þá iðju að ná sér í matvæli úr ruslagámum fyrir utan stórmarkaði. Margir eyða nánast engum fjármunum í matvæli, heldur sjá sér og fjölskyldu sinni fyrir nægum mat með þessum hætti. Og þetta er eitthvað svona fyrirbæri sem heitir dumpster diving á ensku eða að rusla. Og dumpster diving. Já, og þeir eru eitthvað brjálæðir út í verslunareigendur af því að verslunareigendur fíla þetta ekki, sko. Þeir eru farin að læsa gámum og jafnvel að hella einhverju yfir ruslið, skilur, svo þeir sé ekki fara í gámana. Og þeir segja, sko, að þetta er eitthvað fyrirbæri sem er útbreitt erlendis, en ruslararnir berjast gegn neysluhyggju samfélagsins og reyna að nýta það sem annars færi forgörðum. Já. Þannig að þetta er fólk sem að kýs bara sjálft að éta úr ruslagámum. Hvað finnst þér um þetta, Auðun Blöndal? Ákvæmur fólk og ákvæmur rusl. Já, og segir þetta ekki bara, segir sér pínu sjálft. Það er eitthvað að fólk segja að éta úr rusli og tarði sig ekki inn henni. Nei, þetta er svolítið sérstætt. Já, ég reyndar ekki það, ég get ekki. Þú hefur borðað á rusli, ekki? Ég hef borðað á rusli, jú. Hvernig var það aftur? Það voru við sveppi í 70 mínútum og ég átti að éta upp ruslun og hann fann einhverja ógeðslega tómfisk samloku á viðbjöður. Sem að þú vissir ekkert hver átti? Nei, það var eitthvað sem var búin að éta nánast alla samlokuna og búin að henda restin í rusli og ég varst að éta og það var svo vont, ég fæði bara svona í maðan og rifið upp. Það var ekkert að samlokunni og kannski verið eins og 2 daga eða eitthvað. Já. Það er bara ógeðslegt að éta upp á ruslunum, en þetta fólk gerir það bara fúsum og frjálsum vilja. Og þú líka núna? Eða gerir það þá? Já, reyndar, ég var í vinnunni. Já. Og hugsaður þetta var vinna mín. Hugsaður þegar þú gerir þetta? Þá var ég dumpster diving. Já. Hvað er orðið um mig? Efnilega strákin af Sauðárkróki? Já, að vera að byrja að éta úr ruslinu. Borða upp úr ruslinu. Já, þetta er nú ekki svo áskorun sem ég sé hvað mest eftir, sko. Hver er mest eftir? Ég veit að ég megi aldrei á mig. Nei, Sveppi gerði það. Hvenær gerði þið það? Það var í 70 mínútur líka. Já, þú veist, hvaða ár? Eða svona, hvað voru þetta lengi? Já, það var 2002 sem að mega á sig. Það var ég 22 og Sveppi 25. Já. Og svo náttúrulega toppaði Pétur að við létum Pétur mjög á sig og standa á höndum. Það var ógeðslegt. Sko, Pétur var líka orðin miklu Já, Pétur var orðin 34 og dóttir hans bara heima að horfa á þetta. Það var eitthvað, þá kom Pétur líka í vinnuna daginn eftir. Það við þurfum að vera að passa hvað erum að gera þetta maður. Stelpa var að horfa á þetta, það er búið að stríðin og þá voru allir svona með pílu bömmi bara ok, passum þetta eins. Hvað kom þessi hugmynd? Að þetta standi, ég veit ekki. Þetta var sko, það var ógeðslega skemmtileg vinna. Það var bara mætt og svo tókum við bara svona fundi að reyna að finna upp eitthvað rugl og svo bara, þetta var líka 70 mínútur, það voru einhverjum einasta degi, þannig að við tókum bara upp eiginlega allar hugmyndir sem við fengum. Það var strætóbílstjóri dagsins og þetta var margt af þessu alveg skelfilegt. Ég fór þarna upp, þetta til alltaf svona betum, öll atriðin.
og atriði sem ég held að það hefur verið frábær eldast ekkert allt og vel sko. En já, þetta var 70 mínútna hodni hér í FM 95 blöð. Við ætlum að fá auglýsingar og fara svo í netmisnotkunna og hún verður hressandi í dag. Dominos kynir Identity Thief. Frá þeim sömu og farðokkur Ted kemur einn fyndnasta mynd ársins sem fór beint á toppinn í Bandaríkjunum. That's great news. Jason Bateman og Melissa McCarthy úr Bridesmaids fara á kostum í þessari frábæru gamanmynd. I got no money, I got no time, I've got no pants. Identity Thief, komin í bíó. Stór á krana á 500 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni. Páskarnir eru hátíð barnanna og allir bestu vinir barnanna verði samkölluð á hátíðarskapi á Stöð 2 páskanum. Vertu með það besta páskana og tryggður áskrift í síma 512-5100 eða inn á stöð2.is. Stöð 2. Hafðu það gott páskana. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. FM. Þetta út af snarnöðum Blöndal. Það vantar NA þannig fram á T-ið. Þetta Pinko Terrace. Frábær saman með lagið Give Me a Reason. Þetta gaurinn úr Fun-bandinu. Já, þetta hann? Hvernig þetta fíla? Fun hljómsveitina. Ég veit það ekki. Ég veit ekki heldur sko. Ég er ekki það sem að kallast það huge fan. Nei. En það komið að netmisnotkunni. Við förum alltaf í hér á mánudum og fyrir ykkur sem að hlusta fyrsta sinna þá förum við inn á Facebook síður og Twitter síður og svona lesum þar sem að hefur vakið athygli okkar síðustu daga. Við erum með nokkra sem við kíkjum alltaf reglulega á. Óla Geirvin okkar og Brynjar Már til dæmis. Nema það að Brynjar Már Valdimarsson er líkt formerly known. Já, the artist, formerly known as Brynjar Már Valdimarsson eða BMF, heitir ekki lengur Brynjar Már Valdimarsson. Þetta er BMA. Já, því að hann er búinn að breyta nafninu sinu í Brynjar Már Aklipen. Já. Og já, eins og flestir hlustendur okkar vita, þá er kærastan hans Anna Kristín Aklipen mynd. Þannig að hann er búinn að skýra sig í höfuð á henni. Það er komið sama eftirnafn, þau eru ekki gift samt, þau eru bara trúlófuð. Já, hann er búin að taka upp nafnið hennar. Já, og þau, eins og ég segi, bara það eru fáir held ég í heiminum sem eru jafn ástfangnir og Brynjar Már. Já, það er enginn. Nei, segjum þá, en það sem er líka best í þessu, hann er ekki bara búin að breyta nafninu sinni á Facebookinu á Brynjar Már Aklipen, heldur var hringt í hann hér frá stöðinni í vikunni og kom talhólfið hans, hann býr út á Flórida núna. Já, en getum við ekki hringt í talhólfið? Já, en ef hann svarar, hvað þá? Bara tala hans við hann. Segja honum sem að stríða honum með það. Já, við þurfum að heyra talhólfið, sko. Já, ég er enda sammálið því, sko. Ok, ég ætla að prófa hérna. En hérna, já, viltu þá ekki segja hvað kemur fram í talhólfinu það? Það er svo skemmtilega óvænt, sko. Já, reyndar. Ok, þá má hann bara helst ekki svara. Hann er orðin nýr maður þarna úti. Hann er sko ekki nýr maður, hann er bara orðin annar maður. Já, hann er bara orðin annar maður og hann er með, sko, hann kallar sig ekki eins og Brynjar lengur. Nei, það er það sem er svo skemmtilegt, þegar við þurfum að leyfa hlustundum að heyra. Já, og ég er að syngja hérna í þennan mikla höfðingja, tjekkum á þessu. Sjá. Okkur kemur ekki hljóð. Spennandi, sko. Nei, sjá. Okkur kemur ekki hljóð hérna hjá mér. Þetta kemur það. Það ringir ekkert. Þetta er frábært, já. Þetta er liðurinn Auðun reynir að... Þetta er tæknir maður Auðun hérna. Nota síma. Já, sko, ok, nema viltu ég reyna að taka þetta hérna í gegn, eða? Sko, mér finnst það sverði. Já, ok. Nú skal ég reyna þetta. En þú voru að segja eitthvað á meðan þú ert að ringja? Já, nei, segð þú átt að tala eins og það meðan. Ég hef ekkert að segja. Það er náttúrulega meira inn á síðuna, ertu ekki inn á síðuna, segðu? Ég datt inn á okkur aðra síðu þetta. Þú veist hvernig það er, þegar maður byrjar á Facebook, maður er svona eitt leiðir af öðru og allt í einu maður byrjar að skoða einhvern bara sem að maður sko, veit ekkert hver er. Er ekkert að gerast þér? Jú, nú kemur þetta.
Við viljum fá talhóf. Já, við erum að vona Brynja. Er það Brynja Már? Já. Þú sæll og blessa, þú ert hérna í beinni útsendingu á FM 95 Blöð. Góðan daginn. Sænsvinnur. Björn Bragi Takk fyrir. Við erum í dagskrárlið sem heitir netmisnotkunin. Já, bara áfært. Já. Hvað er klukkan hjá þér? Já, hvað er klukkan? Hún er 1. Hún er 1? Jú, hún er 1. Það sem sagt, var deilartefnings í gær. Það var 5 tíma munur og það er 4 tíma munur núna. Ok, og er sól og blíða á Flórida? Já, sjálfsögð. Það er 25. heitir núna. Öfundaði maður. En sko, það vakti athygli okkar hér í netmisnotkunina. Þú heitir ekki lengur Brynjar Már Valdimarsson á Facebook. Já. Þú heitir núna Brynjar Már Aklipen. Já. Hvað kemur til? Það er bara breytingar í gangi. Já, breytingar, ok. En sko, eina sem við vorum að hugsa líka, því að þú gengur auðvitað tónlistarnafninu BMF. Ertu það orðin BMA núna? Nei, ég hef eiginlega ekkert verið að nota það. BMF-ið? Nei, það er eiginlega meira bara Brynjar Már. Já, ok. En einhver kvíslaði að mér að þú værir ekki heldur Brynjar Már lengur, heldur væri honum Brian. Herru, en það veistu það er ótrúlega magnað. Ég náttúrulega bjó hérna úti þegar ég var 7 ára í eitthvað 1 árs ára. Þá var ég alltaf kallaði Brian. Svo fyndi ég að það kann ég allan að mjög. Þegar ég lesa nafn, þá segja ég rosalega bara oft Brian, á þess að spurja, sko. Þannig að við höfum svona verið að ströggla við þetta. Stundu segir maður, sko, Brynjar. Sem að, þú veist. En á talólmiðinu, þá kemur This is Brian Aklipen. Já, það er að því að flestir sem við erum hérna, búin að vera Bardúsæðinni að versla okkur hús og svona koma okkur fyrir og þá eiginlega bara kalla mig flestir Brian. Brian, ok. Við ætlum ekki að tröflaða meira, Brian. Það er gaman að heyri ykkur. Sömulegis. Er blíða heima, eða? Já, það er ekki 25 stig, en það er þetta toppviður í dag. Já, vont verið síðustu viku, en við erum ánægð í dag. Já, það er sól og 3 stig held ég. Fögnum því. Já, ok. Ok, það var gott. Sömulegis. Ok, bye. Já, þetta var Brian Aklipen. Formerly known as Brynjar Már. Já, og er ekki lengur Brynjar Már. Og sko, ef við skoða líka en síðuna setna, fyrir yfir þetta, við vorum að tala um hvernig ástangin, sko, að eins og hér, þau eru rosalega mikið í þessu sem að ég hefði bara átt að segja Brynjar það hálf kjánalegt stundum. Og hún skrifar hérna á síðuna í honum, Anna Kristína Aklipen, kærastan hans, hún skrifar, ég veit ástin mín, blikkall. Skrifa það bara. Síðan hans? Já, bara 7. mars. Og hérna skrifur hún bara, ég veit ástin mín, blikkall, þá kemur, og hún lækar þetta sjálf, engin annar búin að læka, þá kemur frá Brynjar Már, ha, upprópunarmerki, ég veit alveg, ég skilði alveg, ha. Já. Bara svona eitthvað þetta er eitthvað svona tveggja manna flippa með eitthvað. Já, ég skil þig. Og svo hérna Brynjar Már líka með quote dagsins. The more connections you and your lover make, not just between your bodies, but between your minds, your hearts and your souls, the more you will strengthen the fabric of your relationship and the more real moments you will experience together. Já. Hann alveg með þetta handi maður. Þetta alveg lauk rétt fyrir honum líka. Já, þetta alveg rétt. Verðið ekki að fara fyrstu við erum í netmisnótkuna aðeins Óla vinn okkar. Sjá hvað sé eitthvað að frétta þar eða? Jú. Varstu búinn að skoða hann eitthvað? Sko, ég var líka, við þurfum eiginlega að fara að taka Völu Grand líka. Já. Ég sá það á hann þegar ég kíkti hann á prófílinn, það er alltaf að gerast það, sko. Ok, fíla, þurfum að taka hana. Svo, það er reyndar fyrsta síðan sétin og síðan hans Óla Geis. Það sé rosaleg. Sérðu myndina sem hann splæstir í hann og segir bara hæ. Þetta er bara eins og einhver úr Backstreet Boys eða eitthvað. Vel blingaður á hvítum ból, úfið hár og hvað er þetta handlegginn á hann? Eitthvað bönd. Já. Það var bara hæ. Já, hæ. Grjóthart, vel gert Óli Geir. En fær ekki nema 16 likes samt, sko. Já, samt 16 er orðið ágætt Jóla, hann er búin að minka rosalega hjá hann í lækin. Já, myndur þú segja ef að, þú veist, Óli Geir á Facebook, ef hann væri, þú veist, knattspyrnulið, myndur þú segja hann hafi fallið niður í aðra deild? Já, sko, það sem ég held að gerist með Óla Geir inn á Facebookinu, hann er með rosalega mikið, hann er að setja rosalega mikið inn á Facebooki sitt og fólk bara nennir ekki að standa í því að like allt. Einmitt. Ásdís Lísa, kærastan hans, setur á síðuna hjá honum, super dude,
Óli Geir og Sveimbi Súper fílaði þetta, setja báðir like á það. Já. Þetta skemmtilegt. Já. Svo þetta með myndri hundinni sinn, krútbomba dagsins, nýkomin úr klippingu. Það Rómeó. Já, það ekki. Og svo setur hann 4. mars. Djúpur minn hugur eins og hafið. Já, við vorum að spila það lag á hann ef hann að vitna í það. Já. Hafið svart. Já, þetta það annars lítið að gerast hjá hann. Hann bara að plugga Keflavík Music Festival. En þetta var mistnotkun dagsins. Þú getur ekki sagt þetta. Og heyrðum í Brian Acklebell. Virkilega kósí og hugulegt lag. Þetta uppáhaldslægið mitt með Ríðunum. Er það? Ég hef aldrei verið eitthvað svakalegur aðdáandi, sko. Er þetta uppáhaldslægið með henni bara of all time þá? All time Rihanna favorite. Ok, það ekkert annað. Ég veit ekki hvað mitt uppáhalds. Jó, það ekki bara Umbrella. Umbrella. Það var flottur að koma á sínum tíma. Já. En ég var spurður daginn og ég hef verið að hugsa þessa spurningu svolítið. Þannig að ég fengi meiri tíma að hugsa þetta heldur en að þú fær núna. En ég ætla að spyrja það, getur þú sagt mér hvað fyrir mest í taugarnar? Bara hvað kemur fyrst í huga en þegar ég spyrði hvað fyrir mest í taugarnar? Þú veist, á ég að svara sig eitthvað svona, þú veist, skilur eitthvað svona, þú veist, svona svolítið, þú veist, svona hversdagslegir hlutir eða eitthvað svona... Já, ég er að tala um bara hversdagslega hluti. Ok. Fyrsta sem kemur upp í hugan er þegar það er ekkert í kók heima á mér. Það fyrsta sem kom upp í hugan, en ég er ekki að segja það sé endilega... Það er mest töðaður. Þú átt ekki kók í ískapniðinu? Já, það var í brjálæður. Já, ok. Það er þægilegt lífmaður. Ég nefnilega... Herri, ég get alveg sagt eitthvað, herri, það fyrir töðunar mér hérna óréttlæti í heiminum eða eitthvað svona... Ói, hvað, það er verra svar. Já, ég veit það. Þess vegna sagði ég það. Þú veit að veitalið fyrir töðunar eða mýgur eitthvað á þig, sko. Þú vorst ekki að segja með það. Ok, en byrju, hvað ætlað þú að segja? Þú ert búin að vera að hugsa þetta alla vikuna. Ekkert alla vikuna. Þú komið með eitthvað, the ultimate answer. Nei, ekkert alla vikuna. Það er tvennt sem ég fór svona aðeins að hugsa þetta og það er tvennt sem að fer mest í töðunar. Já. Hrikalega í töðunar. Það er að standa, ef það er fullur bíósalur, að standa í röð að bíða eftir opni salin. Já. Það verður ógeðslega heitt og einhvern veginn ég klára alltaf poppið mitt, ég klára nammið mitt og er hálnaði með gósið og það fyrir bara geðveitt í töðunar. Já. Og mér finnst ég fær svona innilokunarkennd, þannig ég hugsa ég sitt það mjög ofalega að standa í röð fyrir fram á tróðfullan sal að bíða eftir opnin. Já. Og hitt sem er fyrir rosalítið höfður á mér, það er að ég lendi í gær sko, það er að ég missi lykil eða eitthvað, eða veskið eitthvað milli sætana í bílnum minn. Já. Þú veist, hérna er gírkassinn og það, og fer hérna á milli, ógeðslega þröngt. Og þú þarfst að stoppa bílinn bara og fara undir sætið til að segja það. Akkurat, það er líka mjög mikið í töðum mér. Já. En hvað þitt? Já, þegar það er ekki til kók í ískapnum þínum. Byrju, þitt var ekki betra. Já, nei, byrju, vá, standi í röð, getur ekki staðið í röð? Jú, mér verður bara svo heitt og ég fæ innilokunarkennd. En er þetta kók í ískapnum núna? Það verður brjálaður kemur heim? Nei, sko, ég verð ekkert brjálaður. Ég er bara að segja það fyrsta sem kom upp í hugan. Já, ok. Annað sem kemur upp í hugan er þegar fólk er ekki skemmtilegt eða almennilegt sem er að afgreiða mann. Þú veist, segir ekki góðan daginn og svona. Nei, líka... Ég segi alltaf góðan daginn. Ég líka, segi alltaf góðan daginn og ég segi líka alltaf takk hérlega fyrir mig. Já. Og það fyrir rosalega töðanum þegar það er ekki sagt takk sem ég leiðis. Fólk er að segja, ég veit það, sumir segja, það var ekkert. Já, mér finnst það allt í lagi, það allavega kemur eitthvað. Ef ég segi eitthvað sem mér er vettlega á, það er takk aðeinslega mig. Þögn. Já. Ok, það er lett. Nákvæmlega, ég samanlegi. En þú veist, af því að það var ekkert hljómar sko, þú veist, af því að það var bara að segja takk sem leiðis, skilur. Þetta er bara svona meet and greet. Svo fyrir ógeðslega töðanum þegar næja honum ekki upp. Það er viðbjöða líka. Það er bílinn fyrir svona sveltur. Já, ég er að fara á killingspree eins og öðru ungur. Við ætlum að fara, ég er í Örstuð skilabóð, svo erum við að fara að gefa bíómiða. Það er kvikmyndin Dead Man Down sem er að fara í sýningar í Egilshöll. Sambíónum, gefum það hér eftir smástund ásamt lægin á leiðinu heim og fleiri förstu liðum. Harlem Shake, það er eitthvað sem þú verður að gera. Nú horfðu í hóp, setur upptöku í gang og postar þínu Harlem Shake myndbandi á Facebook síðu FM 957. FM 957 og Stimról veluna besta myndbandi. Það er aðeins ein regla. Stimról þarf að koma með einhverjum hætti fram í myndbandinu. Leikstjóri flottasta myndbandsins fær að launum glæsilega Samsung NX100 myndavél frá Ormsson Lámúla 8. Og allir sem koma að myndbandsgerðinni fá byrðir af Stimról tyggjó fyrir utan þá frábæru skemmtun sem þetta verður og Prins Pólo í kaupæti. Fáður Stimról tyggjó og komdu í Harlem Shake. Fylgstu með á Facebook og FM 957. Er ekki komin tími á smá ferskleika í lífið þitt? Veldu Stimról tyggjó. Núna í bókum. Samsung NX100 með skiptanlegri linsu. Ein af frábærum Samsung myndavélum. Samsung setri, síðumóla 9.
Stóri dagurinn nálgast. Fáðu þér miða á hhi.is. Dregið 12. mars. Happdrætti Háskólans. Vænlegast til vinnings. Risaslagur í sterkustu deild í heimi, meistaradeild Evrópu. Börsungar eiga á brattan að sækja gegn AC Milan og verða að vinna upp 2 marka forystu Ítalana. Komast Messi og félagar í 8 liða úrslit. Barcelona AC Milan, þriðjudag klukkan 19:30. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Arion appið nýjung í bankaviðskiptum. Með einum smelli tekur stöðuna á reikningum og kortum. Kynntu þið málið á arionbanki.is. Nýjasti God of War leikurinn, God of War Ascension, er að koma út. Kratos, einhver harðasta person á tölvuleikina, er mætt aftur. Reiðari en nokkru sinni fyrr. Vertu fyrstur til að næla þér í eintak og komdu á kvöldofnun í geimstöðinni sem hefst klukkan 20 á þriðjudagskvöld. God of War Ascension er stranglega bannaður en 18 ára. Geimstöðin er núna á nýjum stað í Kringlunni við hliðin á skífunni. FM 95 Blö á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Topp tónlistarstöði. Mitt líf, en það er komið að... Takk fyrir þýðinguna. Hvað segir þið? Takk fyrir þýðinguna. Það eru ykkur að núti sem voru að næða með hana. En veistu hvað við verum að gera núna? Nei. Hlustaði. Það er akkurat málið. Hver veitum að við gefum bíómið og það er það sem við erum að gera núna. Það er, já, var þetta ekki skemmtileg tenging að mér henda lægina þinn? Ég vil alltaf að gera þetta, sko. Já, að gera þetta. Þetta er kvikmyndin Dead Man Down og er með honum Colin Farrell. Ég hef séð trailerinn á hann, mér líst vel á þessa mynd. Já. Og hún er sýnd í Egilshöll núna á 5. daginn og það verður gaman að sjá sem flesta þar en við eins og ég segi, gefa hérna nokkra miða. Verður ekki fólk að svara, verðum að vera með eitthvað spurningu. Viltu í alvörinu spurningu? Já, mér finnst það eiginlega að vera bara skemmtilegra. Skemmtilega að fólk segir bara hæ, bæ, tjekkum þessum. FM 95 Blö, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú gott? Bara mjög fínt. En það ekki, hvað verður að brasa? Ég bara er að fara á æfingu. Já, með hverjum þetta var? Ég er að æfa með golfklubnum Keili. Golfæfingu? Heldur betur. Hvernig er golfæfing í mars? Það er með hermi og svona eða? Já, bara alltaf í skíli, bara á mótum. Já. Hvað er með forgjöf? Ég er með 3,7. Nú, menn í bullinu bara. Heldur betur. Vel gert, en hvað heitir þú? Ég er Benedikt. Ok, Benedikt, ég ætla að spyrja þig spurningin sem þú færð. Hvað heitir Brynjar Már þessa dagana? Ég var að hlusta á þann. Brynjar Már. Það kom eitthvað. Mér finnst að vera... Það er eitthvað að gengur hann í BMW. Það er að DJ eða eitthvað, það ekki? Já. Ég var að hlusta á það. Já, en svo líka, ef að maður er með 3 eitthvað í forgjöf, þá náttúrulega á hann bara að fá frítt í bíó allt árið kring, sko. Já, ég gefði tónið það. Hvað það er, Benedikt Sveinsson? Jú. Ok, glæsilegt. Þú kemur bara og sækir á þetta niður skattali. Það er ok. Herru, bara gangi yfir lágingu. Takk. Bye. Þá er Benedikt, hvernig heldur hann vilja eggin sín? Benedikt. Egg Benedikt? Hvernig var þessi? FM 95 Blö, góðan daginn. Góðan daginn. Nei, hann er einn þessa mánudegir, maður. Já, mánudagina. Já, hvað er verið að brasa? Það eru að koma Smáralindinni að versla. Ok, eru margir í Smáralindinni? Nei, ég var einn, eða 2. Já, ok, romantískt bara. Já. Þið langar að kíkja í bíó? Ég var alveg til í að sko. Dead Man Down, ertu með eitthvað spurningandunum, Bjössi? Nei, skemmtilegt það er. Þá ertu bara örugum með miða. Það eru glæsilegt. Hvað heitir þú? Óskar. Óskar, hvað svon? Óskars. Þú á 2 miða hjá okkur. Það eru glæsilegt, takk fyrir það. Það eru ekki máli, bye. Þú veist hvernig ég er, allir sem hringir, ég vil gefa þeim. Já, mér finnst það einhvern veginn. Svo leiðilegt ef einhver hringir inn og eitthvað og svo færa hann ekki neitt. Það voru ekki vera smá keppni eitthvað, og gefa einu menn hérna í beinni. FM, góðan daginn. Góðan dag. Hvað segir þú? Fínt bara. Hvað er þú að brasa? Ég er að vinna fyrir mömmina. Hvar er mamma henni að vinna? Hún á efnilegna Geysi. Já, ok, glæsilegt. Getur þú sagt með nýja nafnið hans Brynjar Más?
Brian Atkinson, eitthvað. Vel gert. Atkinson. Það var þess að BF. Hann einmitt að hitta Rowan Atkinson og tók nafnið hans. Má ég spyrja einu tengt efnalög? Já. Hvernig svona, sko, þú veist, þegar maður að fara með skyrtur í hreinsun, þú veist, hversu góður verður kraginn hjá Geysi? Þú veist, að því daginn fór ég með í hreinsun, sko, og kraginn var allur beglaður, sko. Það var ekki á Geysi, sko, það var á öðru fyrirtæki. Ok. Já, það er bara minnst að þykir fólk strauðara, sko. Já, er ég ekki að fara að fá topp kraga hjá ykkur? Jú, þetta er alveg 16 sé. Nákvæmlega. Hvað heitir þú? Stefán Ingi. Stefán Ingi, þú átt 2 miða hérna hjá mér. Og fekk fría auglýsingu fyrir mömmu sinni í leiðinni. Nákvæmlega. Þetta er bara topp mánudagur í honum. Sækir það bara nýja skemmtili. Hvernig er það bíóið? Hún er á 5. daginn, klukkan 8. Þannig að gera. Komum bara morgun eða eitthvað. Takk fyrir. Takk sem leiðis, bye bye. Þá erum við búin að gefa bíó með hér. Ég tek nú örugglega nokkra inn hérna á línuna. Myndur þú segja að við höfum gefið af okkur til samfélagsins núna? Já, erum við ekki alltaf að því hér í þessum þætti? Jú, alltaf að gleðja. Já, það vona ég alltaf. Það styttist í lagi á leiðinni heim. En hér kemur reyndar eitt gamalt og gott. Manstu eftir þessu, Bjössi? Það er ekki að spila lengi eftir nýjum blöð. Það er ekki svo gamalt samt. Nei, en þeir eru á leiðin til landsins. Nokkra mánuða gamalt. Óli gerir að fá þá á... Hver er þetta? Þetta Borgir. Nei, Átlandir. Þú veistu hvað þau sökina? Já, ég fíla þetta alveg. Það er alltaf fyrst og gott. Já. Þeir voru líka með lagið Aisha. Er það málið? Nú, ok. Það er alltaf að koma fleiri og fleiri góði tónlistamenn á þessa hátíð sumar. Það verður eitthvað veisla. Þetta verður veisla. Já, nýstir vel á þetta. Þú ert á Snapchat, eða ekki? Já, ég er nýkomin á það. Ertu inn á því eða? Ég var að prófa það núna í fyrsta skipti. Já, við Egill rættum mitt hérna þess að föstudaginn. Segðu mér aðeins frá þess. Hann benti mér á þetta. Egill sko er alltaf með allt svona á hreinu. Já, hann er svona tækni. Já, hann veit alltaf, hann og Ásgeir Kolbeins eitthvað, veit alltaf öll nýjustu appinu og eitthvað svona. Já. En þetta er ekki flókið, þú tekur myndaðir sko, svo eyðist hún. Já, og er það alveg garanterað að hún eyðist? Það er rétt að vona svona með eitthvað ég verið að senda Agli og öðrum félögum. Ertu að senda bara tippamyndir? Nei, ég er ekki alveg í því. Jó. Nei. Hvað ertu að senda? Ég er að senda svona hressandi myndir. Já, myndir til þess að svona hressan við. Já, það er svona, eins og ég gæra sendi honum eina rétt að ég fór að soða og skrifaði undir góða nótt. Já. Það var mjög fallega. Nei, bara svona einhverja vitleysu. Ok, en sko, þú veist, þá verði ég að spyrja, þú veist, ef þetta er svona til að senda fólki myndir sem eyðast strax, er fólk ekki bara notið í að taka myndir af, kynfærum sínum eitthvað? Eitthvað svo leiðis. Fólk er svo klikað. Já, en þetta er líka bara, þú veist, þetta er skemmtilegt. Maður er ekki að senda kynfæramyndir, sko. Sko, það eiginlega eina sem ég hef hugsað, að ég gæti mögulega sendt mynd sem að ég vildi að myndi eyðast, væri bara ef ekkert sem var alltaf taka mynd af tippin á mér. Af hverju ætti ég vilja annars að myndin myndi eyðast? Þetta er ágætis punktur hjá þér. Annars myndi ég bara senda vennilega mynd. Já, þú ert að ná mér svolítið núna. Ég veit það ekki. Ég er ekkert eitthvað að heyra, djöðlir ég að borða góðan mat hérna. En þessi myndi verður að eyðast. Þú ert bara með það á Instagram-miðinu. Hvað átt að borða skemmtilega mat? Þú ert eftir með leðilega myndið þar alltaf. Ég hef aldrei sett inn mynd af mat á Instagram. Ég hef með svo skemmtilegt Instagram. Ég vissi að þú byrði að horfa væla. Nei, þú ert svo mikið að reyna að feta, eða sko komast til tætnar þar sem ég hef hælað á Instagram. Jú. Ég er með mjög hræsandi myndið þar, en þetta er einhver ágætispunktur í þar. Ég held að þetta er örgulega gert fyrir einhverja perra, þetta Snapchat, þannig að fólk skal fara að valda. Ég er sko myndið með halda, þú veist, þegar sko, það er eitthvað svona brosandi draugur, eitthvað svona join in on the fun, eða nei, sko, það stóð mér svo come play with us. Já. Stóð sko, og þeir meina örgulega vel, skilur, en þetta er, gróðrar stíða fyrir berasta. Já, eins og þig. Þannig að passið ykkur. Þeir eru kynferðislega svelta menn. Þeir vaða uppi á Snapchatinu. Passið ykkur, krakkar. Stríða Agla eins fyrir sefni.
Nýjasti God of War leikurinn God of War Ascension er að koma út. Kratos, einhver harðasta person á tölvuleikina, er mætt aftur. Reiðari en nokkru sinni fyrr. Vertu fyrstur til að næla þér eintak og komdu á kvöldopnun í geimstöðinni sem hefst klukkan 20 á þriðjudagskvöld. God of War Ascension er stranglega bannaður en 18 ára. Geimstöðin er núna á nýjum stað í Kringlunni við hliðin á skífunni. Þau eru mögnuð, marstilboðin í 10.11. Græna kakan á 299 krónur, Prince-súkkulaði á 99 krónur, KitKat á 99 krónur, Lion Bar Extra á 179 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Sendu inn tilnefningar fólk og félagasamtök sem eiga skilið virðingu og þakklæti fyrir verk sín. Sendu inn tilnefningar í samfélagsverðlaun Fréttablaðsins á vísir.is/samfélagsverðlaun. Veitt verða verðlaun í 5 flokkum alls og peningaverðlaun fyrir sjálf samfélagsverðlaunin. Frestur til að senda inn tilnefningar til 14. mars. Fréttablaðið. Allt sem þú þarft. Samfilm kynnir. Frá leikstjóra karlar sem hata konur. Kemur mögnuð spennumynd með Colin Farrell og Noomi Rapace í aðalhlutverkum. Dead Man Down. Frumsýnd 15. mars. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. One Direction eru spilaðar í þessum hætti. Hvernig fílar One Direction? Passaði núna hvernig þú svarar. Ég elska One Direction. Nei, það máli. Ég held að ég hugsa svo ógeðslega gaman að vera svona boybandi. Já, ég draumur allra. Já, ég hef verið til í þetta sem gutti. Það er náttúrulega sorglegt þegar maður var í boybandi núna. Já, við erum í boybandi. Já, við erum náttúrulega svona gamlir ef við ætlum að vera alvöru boyband. Veitu hvað, ég er alltaf að býða til að við gerum annað lag, þannig að... Já, það er þetta komin tíma annað lag, en ef við myndum gera annað lag, væri það þá aftur svona eitthvað boyband lag eða? Myndu ekki þurfa að koma eitthvað nýtt, eitthvað rocklag eða eitthvað? Myndur að vilja halda við boybandi? Já, ég myndi það, sko. Þú reyndir eftir svona ekta típa sem að væri fínn í boybandi. Mér dreymdi alltaf að vera í boybandi. Já. Það er að því að sko þegar ég var... Þú varst ekki að fíblast með það? Þegar ég var að byrja að hafa áhuga á stelpum, þá voru þær allar... Opnaði þig? Þá voru þær allar ástfungnar af Backstreet Boys. Já. Og ég hugsaði, til þess að fá stelpur, þá þarf ég að vera í Backstreet Boys. Já. En það er einhvern veginn... Ég er samt að djóka með það sem ég er að segja núna. En þú varst samt, þið dreymdum að vera í boybandi, þú varst ekki að djóka með það? Jú, ég var, sko, mér dreymdi um að vera svona eiginlega frekar rockstjarna eða popstjarna, sko. Þú veist, skilur, ekki einhverju, mér langaði ekki að vera í einhverju S-Club 7, skilur. En þú veist, mér langaði að vera kannski í hljómsveit, fattar þau? Já, þetta S-Club 7, það bara skein úr andlitum á þeim hvað þeir voru 13 ásatn í lokin, voru með einhverja þætti líka, svona alveg dreplegir. Auðvitað horfið þú þá? Nei, þetta var bara áhattan stundum á stöðu 2, maður sá hvað var að gerast. Þetta er svona svo bílslis, maður horfir, þó sé ljótt. En það er hins vegar komið að laginu á leiðinni heim og ég er með rosalann slagara núna, kæru hlustendur. Ég veit ekki hvort það fíla þetta allir, þú ert nú alltaf að gera grína eitthvað ég sé gamall. Er það lagið sem þú varst að tala um? Poison? Já, þetta er lag með hljómsveitinni Poison og þannig er örgulega ekki allir hann úti sem vita hvað hljómsveit það er, en hún var gríðalega vinsæl þegar ég var, 11-12 ára. Já, þetta er nefnilega gott lag, en þú varst að tala á svona hvaða lag eftir að hafa. Já. Og þú söngst fyrir mig bút úr þessu lagi. Já, þú sprakst úr, heldur þú að þú sért eitthvað tónlistasnillingu, Björn Bragi? Hvað sagður við mig? Jú, þetta er það lag, en þetta er ekki þess að þetta er tóntegund. Nei, tóntegund? Þess að ég var komið eitthvað sérfræðing hérna. Ég sagði bara að þessi melódi er allt öðru sig. Nei, hún er svona. Ég sagði bara eins og Randy Jackson vinnu minn, a little bit pitchy at times. Every rose has its thorn. Er þetta ekki svona? Nei. Nó, komdu með þetta. Nei, spilaði lagið. Komdu með þetta, það er ógeðslega flott þér og þú tekur þetta rétt núna. Ég var alls ekki að segja, ég myndi taka þetta eitthvað að segja. Nei. Komdu með það. Það er ekkert á að gera þetta. Herri, spilaði lagið. En er það að syngja með því samt? Syngja með því. Ég má ekki eyðileggja lagið á leiðinni heim með dreita mínum uppáhalds með þeim. Ok, hlustum á lagið og svo fyrir við þetta þegar við komum inn eftir. Já, hlustið. Hann syngur þetta svona. Every rose has its thorn. Reynda að syngja í tóntegundinu sem við verðum að spila núna. Syngja í tóntegundinu? Hvað fengist þið vera?
Poison hér með lagið Every Rose Has Its Thorn. Leif mér að heyra því syngja þetta einu sinni. Hvað er að þetta? Kottu bara með það. Er ég að syngja þetta svona rosalega villust eða? Það ert að stríða mig bara. Veitu. Hvað viltu ég gera? Every rose has its thorn. Er þetta ekki svona? Ekki alveg sko. Það er góð mikill douchebag. Ekkert smá leðilegum maður. En þú samt viltu ekki syngja þetta þess að áðarsingja þetta. Ég veit ekki hvað það svo. Ég veist þú svo mikið krút. Já, ekki að verið það. Þú svo mikið krútur og syngur. Þeir voru krút, Poison. Þeir máluðu sig og voru með eyeliner og þetta var alveg band. Það er svo skemmtilegt að fá að mála sig. Já, reyndar. Það skemmtilegast sem ég gerir er þegar það er eitthvað svona, þú veist, ok, þú varst einn heima á þér. Er einn heima á mér og ég Það er ástæðan fyrir að þú komast á Snapchat. Þú var að senda myndir þér allspurum og búin að mála þig. Hver maður snæsmyndin. Nei, þú veist, eins og ok, ég var í þessu Mottumarsmyndbandi. Mér finnst allt svo gaman að maður er fenginn í eitthvað svona að fá afsökun fyrir það að vera málaður og með hárkollu og eitthvað svona. Já, ég veit. Það er ógeðslega. Það er alltaf gaman. En það er líka svo fyndið með eins og í dag, sérðu þú veist eins og Justin Bieber, ekki að ég voni fá ekki einhvern annan Belieber post eins og ég fekk hérna í vikunni, en þannig ertu með 18 ára gutta sem er bara farið með eins og gull og hann fæði bara alltaf besta og veist, það er 2013 í dag, það er að líði yfir hann á tónleikum, hann er búin að æla á tónleikum og Lady Gaga og eitthvað svona líka. Sérðu menni svo Keith Richards og Rolling Stones og öllu þessi bönd. Ekki voru þeir ælandum á svið og þar voru menn sem voru búin að kýla í sig eiturlyfjum og áfengi og ruggli. Búin að drekka hérna 2 flöskur og... Bara að drekka frá sér allt líf. En þeir gátti alltaf klára á tónleika hans að æla eða leiða ekkert yfir þá. Svo eru bara einhverju krakkaskrattar, Justin Bieber og var ekki hún daginn líka Lady Gaga. Og þess bara rífið ykkur upp. Herru, Afi. Mér er brjálaður. Afi, Þetta kallar mig Afa. Ég er á bestaldri. Ég menn í gamla daga þá kláruðu menn tónleika á þess að æla. Ertu þetta ekki samlams? Þetta er svolítið væl. Já, þetta er akkurat það sem það er. En já, það styttist í Rikka G, hann fyrir að detta hérna inn. Við fyrir að bráðum að kveðja við strákarnir hérna við Bjössi. Ég ætla að enda þetta þó ég að lægja á leiðinni heim sé búinn. Þá ætla ég að enda þetta á uppáhaldslæginu mín í dag á Stöðinni. Já. Sem er virkilega flott. Uppáhaldslægið mitt er Rihanna-lægið Stay. Stay, er það uppáhaldslægið þitt í dag? Herðu, nema þú sérst að fara að spila Fucking Problems. Nei, ég reyndar ekki að fara, en ég get lofa þér, þú verður samt mjög ánægð með lagið sem ég er að fara að spila. Bjössi, takk kærlega fyrir daginn. Ég sé þig á eftir í Bumbuvolta sem ég ætla að taka og rullaður upp. Rikki G er hérna að fara að taka við. Hvað er það saman í liði? Já, reyndar. Þú er samt að rulla mér upp. Já, það ætla ekki að gefa þig. Og svo verður við Sveppi hér á morgun klukkan 4. Velkomin Rikki, gaman að sjá að runna þér. Eitt í þessu áður en að Sástu Rikki G ásóttíðinni? Hversu brúnn er Rikki G? Ég heyrði eitthvað tala daginn. Þú ert að hitta ljósabækina. Ekki ljúa Rikki. Hvað er að frétta? Ég meina, whatever do you mean? Rikki, ekkert bull núna. Ok, sko. Ég er bara með gott rakakrem og þú kemur stundum. Nei, þetta er sko. Og ég er að segja það, þú veist, það verður svona rauðar og svo breytist þetta í. Það er bara eins og ég sjá. Ekki miskil okkur sann, þú ert lítið vel út, þú ert búin að taka þér og ert á full í ræktinni. Það er bara eins og ég sjá Astro 2001 eða eitthvað annars og brún. Bara lítið vel út. Þetta fyndi maður. Það er komið á lokun. Hann er líkari blökkumanni en hvítumanni í dag, hann er svo brún. Hann er röglega með eitthvað hip-hop tónlist eða svo. Ertu í nýju lattasýningu. Það er komið á lokun. Þetta er lagið sem ég var að tala Bjössi, þú fílar þetta. I've been thinking about you. Þetta er ógeðslega gott. Þetta er geðið. Takk fyrir það. Risaslagur í sterkustu deild í heimi, meistaradeild Evrópu. Börsungar eiga á brattan að sækja gegn AC Milan og verða að vinna upp 2 marka forystu Ítalana. Komast Messi og félagar í 8 leið úrslit. Barcelona AC Milan, þriðjudag klukkan 19:30. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Topp tónlistarstöðin FM 957.
sem heitir Lights. Rikki G tekin við á þessum fína mánudegi, komin 11. mars. Ný vinnuvika farin á stað því ég vona að það verið bara skemmtur konunglega hvað sem þú tókst þér fyrir hendur helgina. Ég veit allavega að árshátíðir voru í miklu aðalhlutverki þó aðalega á laugardaginn mikið af fyrirtækjum að halda árshátíðirna sínar núna á síðasta laugardag. Þar á meðal okkar fyrirtæki 365 miðlar. Stuða stemming á Reykjavík heilt á Nordica hótelinu. Rikki G tekin við og við verum hér saman til klukkan 9 en Auði og Björn Bragi eru horfnir á braut. Þátturinn frá því í dag fer inn á vísir.is ef þú hefur mist af honum en annars er það topp tónlist sem ég er svona í miklu aðalhlutverki og óskalauðinu þetta.